Kæru vini, verið innilega velkomin í Vídalískirkju, bæði þið sem að hér sitjið og þau sem að eru heima við tölvuna eða við tölvunni í vinnunni eða munu seinna vera við tölvuna. Bara hjartanlega velkomin til þessara stundar og sérstaklega þú, Hallgrímur Helgason. Verð þú innilega velkomin, rithöfundur, myndlistamaður, eiginmaður, Afi, faðir, tengdafaðir, sonur, vinur. Það er alltaf svolítið gott að taka öll hlutverkin vegna þess að eftir því sem maður eldist, þá verður lífið flóknara og áhugaverðara af því hlutverkin vaksa en þá líka leiður hlutverkin vaksa og stækka og lífið verður margbreytilegra, þá getur það líka orðið stundum sárara og ekkert endilega einfaldara. Þannig að við erum hingað komin í dag af því að þú ert þú og vegna þess að þú ert listamaður og þú ert manneskja sem hefur lifað margt. Þá ætlum við að taka þetta samtal sorgina og listina og áhrif listar og hvernig list verður til. Og það er svona umræðefni í dag. Já. Og það er ekki lítið. Nei, það er áhugavert. Þetta samband þarna á milli, þetta er oft svolítið furðulegt hvað listin sprettur úr sorginni. Oft getur það verið mjög frjór jarðvegur fyrir list, sko. Og læknaði líka sorgina í gegnum listina. Þannig að það er ýmsar hliðar á þessu. Og það er það sem maður sér, að sköpunarkrafturinn er svona endurleysandi kraftur inn í sorgarferli. En við ætlum ekki að við ætlum eiginlega að demba okkur bara einhvern veginn í samtalið og þess vegna segi ég bara, hver er þín saga af sorg eða missi? Já, það er kannski, má segja að séu svona 4 til 5 áföll sem ég hef gengið í gegnum. Það er annars vegar, fyrsta áfallið var, ég var fyrir nauðgun sem ungur maður, rétt rúmlega 20, sem ég þagði yfir í 30 ár. Og gat ekki sagt neinum, ekki einu svona fjölskyldur minni og ekki eiginkonu, ekki nema eiginkonu númer 3. Þá loksins var ég kominn að einhvern veginn passa þetta að segja og síðan gekk ég gegnum 2 hjónaskilnaði sem voru nú eiginlega svona hvað erfiðastir. Svona, það var eiginlega mesta þjáningin sem ég hef upplifað og svo síðan misti ég barnabarn í fæðingu eða sem sagt dóttir mín þurfti að fæða andvana barn sem dó bara daginn áður í móðurkviði og það var náttúrulega rosalegt sjokk af því að þetta var fyrsta barnabarnið og allir voru svo bjartsýnir og hlökkuðu svo mikið til og svo bara gerðist þetta og svo misti ég föður minn fyrir 2 árum. Haustið 2020, hann var nú gamall og átti gott líf og það var svo sem ekki, kannski, ekki ein svakaleg sorg, en það er alltaf sorg að missa foreldri held ég og svona viss prósess að fara í gegnum. Það er rosa mikið tímamót. Já. Og ég hef stundum sagt, sko, það er þetta að þú átt einhvern í lífiðinu, einhvern bakhjarl sem hefur verið þarna frá fyrstu stundu, bara frá fyrsta andartaki lífsins og hann er búinn að fylgja þér alla ævi og þú veist að það er alltaf eitthvað svona elskandi hugur. Hann er ekki endilega gagnrýnislaus en hann elskar þig samt skilyrðislaust. Og að því fólk er stundum að segja mig, ég skil það ekki, mamma var bara orðin 85 ára og ég er bara alveg ónýtt. og ég held að sé nákvæmlega þetta að vera elskaður skilyrðislaust. Þegar foreldrarnir eru farnir, þá er örugglega enginn eftir sem elskar mann skilyrðislaust. Ég hugsa að það sé gott að vera með hund þá. En hugsaðu, ef þú hugsa svona þetta, þú talar hjónaskilnaðirnir hafi sko verið mikil þjáning, kannski af því það var svolítið flókin sorg. En hvaða kannski hafa verið svona sterkustu tilfinningarnar í þessu, þegar þú hugsa bara alla þessa sorgarviðburði, hvaða tilfinningar, kannski eru tilfinningarnar ólíkar, en hvað ætli þessi sterkast? Það var náttúrulega, sko, sorgin blandast reiði í hjónaskilnaði. Já. Og þetta er svo mikið áfall, sérstaklega ef maður er svona í þessu hlutverki að
finnast maður að vera svikinn, sko, að maki manns með þá öðrum aðila, eins og gerist á mér, sko, og það einhvern veginn, þá það reiðin verður svo mikil líka, sko, og það tekur svo langan tíma að komast út úr henni. Svo kemst maður út úr henni á lokum, þetta svona, kannski má segja að þetta brýtur mann eða eflir mann, sko, þetta svona, getur farið á báða bóga, sko, þú getur annarkvort bara skotist upp af þessu og orðið sterkari eftir, þú getur líka brotnað og það svona tvísýnt, það var tvísýnt hjá mér á tímabili, það tók alveg 3 ár, sko. En fannst þér, sko, var þetta lamandi reiði eða fannst þér að fá, sko, sumir upplifa lamandi reiði, aðrir upplifa, sko, fá orku úr reiðinni, allavega tímabundið? Já, það virkar alltaf hjá mér að það alltaf rosalega frjótt tímabil líka, sko. Ég orti alveg heila ljóðabók bara í reiðinni, sko. Já. Og það bara þaut út mér alls konar línur og hugmyndir og þetta var mjög frjótt tímabil en fólk ráðlaði mér að gefa hann ekki út, sko. Af því að það voru hann ung börn í spilinu og svona þannig að hún hefur aldrei komið út, þannig að hún býður. En mér fannst þetta góð bók, sko. En þá var þetta ekki lamandi reiði? Nei, líklega ekki, þegar þú segir það. Já. Maður bara í, þetta svo fælt í sálfræðings. En sko, já, en ég var líka að hugsa, sko, í sorginni, upplifir einmanaleika? Vera einmana eða utangarðs? Já, sérstaklega í fyrsta skilnaðinum, þá var ég mjög einmana og var síðan bara 1 í 10 ár eftir það, sko. Og bara vildi vera það og ég var náttúrulega svolítið svona, þegar maður listamaður þá það svo mikið dæmi, sko, að maður reynir að halda fjölskyldulífi frá sér og ég einhvern veginn. Tók þá svolítið svona ákvörðun að verða bara svolítið eitt, sko. En svo kynntist ég stelpur sem svo voru við saman í 7 ár. Áttum reyndar ekki börn saman. Og svo eftir skilnaðinn þá bara ákvað ég að vera einn og þá var ég svolítið einmana, já. Ég var að viðurkenna það. En í seinni skilnaðinn þá kynntist ég núverandi konu minni bara daginn eftir skilnaðinn, mjög skrítið. Og hún var hálfgerður svona þerapisti eða sálfræðingurinn minn í 3 ár. Þá til hún sagði einn daginn, þú veist, ég kom alltaf til hennar. Veistu hvað þetta ömurlegt, veistu hvað hún sagði í dag? Hún ætlar ekki að taka börnin og eitthvað svona, eins og fylgir í öllu skilnaðum, sko. Og hún svo bara eftir 3 ár þá sagði hún, jæja, nú er komið gott, ég nenni ekki að hlusta lengur á þetta. Og þá var ég einhvern veginn útskrifaðist ég bara út úr þessu. Og síðan var það þannig að núna hún byrjuð í sálfræðin á mig, kannski, ég veit ekki. Bein afleiðing. Hún var bara einhver natúral sálfræðingur, sko. Okay. Þannig að þetta var heppilegt fyrir mig, sko. Já. En þú hefur auðvitað náttúrulega eins og í þínu fyrsta áfalli sem ungur maður, sko hefur náttúrulega verið alveg ótrúlega örugglega einmana. Já, tala ekki um það. Þeirri sorg. Það bara einhvern veginn svo svakalegt að maður það bara gerist og maður bara setur að beint hérna, grefur að lengst niður og bara vill ekki vita því og bara þetta gerist ekki og bara og það náttúrulega kannski eðlileg fyrstu viðbrögð en til langframa þá það ekki gott, sko. Og að reyna að horfa framhjá svona stórum hlut, sko, það bara meirinn að segja það. Og síðan kom ég út með þetta 2015, það var enda sama haustið og við mistum barnabarnið. Þetta var alveg mjög svona svart haust og erfitt og þá ákvað ég að koma út með þetta og skrifa þetta í bók sem er náttúrulega svolítið forréttindi þegar maður er rithöfundur. Maður getur skrifað þetta, maður getur notað hræðilegan atburð sem maður lenti á einhvern kreatífan og góðan hátt, og en það var svona mikið skref að taka, ætla ég þá já, ég ætla að segja þetta í bókinni og þá var ég að segja að þetta sé ekki skáldskapur og þá var ég að koma fram, þá þurfti ég að tala við börnin mín og þau voru viðkvæm aldrei. Þetta var allt mjög flókið, sko. Síðan kem ég út með þetta og satt að segja var það svolítið svona átak, meira átak en ég hélt, sko, því að þetta var MeToo var ekki byrjað en svona andinn í samfélaginu var svolítið svona komin á þennan stað og maður gat alveg talað þessar hluti og það voru svo margar konur búin að ryðja brautina og ég fekk rosalega gott feedback frá konum aðalega, svona bara klapp á baki, gott hjá þér,
gott ég að geta sagt frá þessu og eitthvað svona, sko. En svo kom líka svona holskefla frá svona eldri köllum, sko. Svona svolítið svona ljótir hlutir, sko. Og ég átti svona, ég held að það myndi bara svona, já, ég afgreiða það bara fram hjá mér, en það einhvern veginn hafði áhrif og ég laðist bara í svolítið þunglindi, sko. Þetta var svona rosalega erfið bókavertíð, sko. Já. Og hérna sambland einhvern veginn í. Og svo þurftur að kynna bókina og þá hafði fólk mest kannski áhuga að því. Já, og þetta öll bókin féll í skuggan af þessu einhvern veginn og þá hugsaði ég, átti ég ekki að segja frá þessu eða var þetta bara. En sko, þegar maður lítur tilbaka núna 7 árum seinna þá var þetta rosalega gott, sko. Og ég hafði rosalega gott af þessu og ég breyttist. Og ég mála allt öðruvísi í dag, ég skrifa allt öðruvísi og ég held að það hafi komið í ljós í þessum bóku sem heita 60 kíló af hinn og þessu, sko. Það bara, það gerist eitthvað, maður varð einhvern veginn öðruvísi rithöfundur og öðruvísi málari og öðruvísi manneskja og það bara, ég er rosalega ánægður með að hafa gengið í gegnum þetta. Þetta var svolítið svona hreinsunareldur að fara í gegnum. Það er svo skrítið, þú ert með áfall og svo verður fyrir öðru áfalli að segja frá því. Þetta er náttúrulega svo oft gerst með konur, sko. Það er stíga fram og segja þessi nauðgaði mér, þessi maður þarna sem er vinur ykkar, sem vinnur þarna í þessum kaupfélagi banka eða eitthvað, oft gerist þetta út á landi og það verður ennþá sárara þar. Og þá sko, sagan hefur alltaf endað þannig að stelpurnar hafa þurft að flytja úr bæjarfélaginu. En maðurinn er áfram. Og samfélagið hefur alltaf splittast og það lendir oft, sko, það snýst oft gegn þeim sem segir frá, sem er skrítið, sko. Það snýst gegn fórnarlambinu eða þólandarann. Þannig að þetta er svona áfall og áfall oft. Já, það er eins og, sko, ég fór svo síðan á Stígamót sem ég hefði náttúrulega löngu átt að vera búinn að gera og þar heyrði ég að þetta væri svona secondary victimization, heitir þetta á ensku, það er sem sagt endur upptökin eða svona þú ert aftur í hlutverk þolanda. Þannig að þetta verður hálfgerð nauðgun aftur, sko. Og ég lenti því og ég bara skildi ekki hvað þetta var svona erfitt, sko. En ég varð að akseptera það og bara sætta mig við það, þetta var erfitt og þá einhvern veginn tókst mér að komast út úr því. En þegar því nú byrjum að, það er svo, þú ert svo mikill listamaður, sko, að þegar sko, strax og við byrjum að tala þetta, byrjar alltaf að tala um listin og sköpunina inn í þessu og þegar ég spyr því núna, þú veist, hver voru þín bjargráð, þá ertu kannski svona aðeins byrjaðar að tala um það og þú auðvitað eignaðist þarna frábæran trúnaði minn sem nefnt að hlusta á því 3 ár. Og svo auðvitað talar við strax auðvitað það að opna á þetta mál þýddi það að þú skrifaði bók. En ef þú hugsar svona hvaða bjargráð, eða bara svona setur það upp, hver voru mikilvægustu? Bara í þessu sorgarvinnslu og bara, ef þú svona horfir bara heilt yfir, sko. Öll þessi áföll. Er það listin eða hvað var þitt stærsta bjargráð? Það er kannski tvennt. Það er annars vegar listin, eins og þú segir, að geta fundið sorginni farveg í tjáningu, að geta notað hann á einhvern hátt, sko, jákvæðan hátt, sko. Og að þetta getur orðið efni við fyrir því og gerir því kannski bara, hvað maður segja, dýpri mannesku, dýpri tjáning, sko. Eftir sem þjáningin er meiri, þetta var nú alltaf sagt við mann í gamla daga, það er engin lífsáski í þessu hjá þér og maður bara skildi ekki þessi orð en svo hefur maður reynt að skilja þetta með tímanum. Það er annars vegar þetta sem hefur hjálpað mér og svo síðan bara samtöl við fagfólk. Ég man til dæmis í síðasta skilnaði, sko, þá endaði ég hjá honum Bjarna Karlssyni. Já, var það? Já, það var, fékk 1 tíma hjá honum. Okay. Það var rosalega öflugur tími og mér leið bara mun betur eftir það. Okay. Og síðan eins og skrítið, sko, eins og bara, ég var einhver sjónvarpsviðtali út af hruninu og Bubbi Mortens hringdi í mig bara leið og þátturinn var búinn og það var í beinni, sko, í Kastljósi. Og hann sagði bara, heyrðu, það er einhver rosaleg sárindi í augunum á þér, ég var að hitta þig. Tökum kaffi á morgun. Og svo mætti ég hérna á te og kaffi daginn eftir. Hann bara vissi að ég var, þá var bara 3 dagar frá því ég skildi, sko. Og hann bara lasa út úr bara augsvipnum í sjónvarpinu og svo satt ég hérna og talaði 2 tíma og hann hlustaði. Ég hef aldrei
aldrei áður séð Bubba hlusta Nei, svona ég mikið. ætlaði að segja, já, hann hlustaði í 2 tíma. Já, þetta var svo merkilegt og náttúrulega mun ég aldrei líta hann sömu augum eftir, sko. Þannig að hann er mikla stærð. Já, Það er þetta, svona hitta, já, fara að stíga mót, hitta fagaðila sálfræðinga, ég var líka, fann mjög góðan sálfræðing í þessu ferli og svona, og ég var góð konu og svona, þetta hjálpar allt, þú veist, maður er alltaf að leita rétt, þú veist, lausninni, sko. en þannig að þú bara svona, þegar þú hugsa tilbaka, þá er þetta svona bara margþætt. En mér langar að spyrja þig, í þessari sko þjáningu, að þetta er þjáning, ýmiss konar þjáningar, fannstu einhver tímann fyrir Guði? Já, góð spurning. Já. Ég var fyrir, þetta er svona smá vandræðilegt að segja frá þessu og klísulegt, en hérna í skilnaðinum þarna síðast sko 2008 þá ég á hús út í Hrísey og var þar fórþanga bara og var einn miðan vetur og ætlaði að reyna að jafna mig á þessu og þá vissi ég að fyrirhandi konu mín var með einhverjum 9 manni í okkar íbúð sko og þetta var svo erfitt og ég var alveg bara komin niður á botninn sko og bara gat ekki sofið og ligg þarna í rúminu bara í einhverjum mesta sársauka sem ég fundið sko. Og svo bara lítið upp og það bara Jesú Kristur birtist þarna við rúmendan. Stytta eftir Bertel Thorvaldsen sem er í Kaupmannahöfn, sem var einhver hugmyndum að setja upp í Hallgrímskirkju. Kristur er svona með opinn faðminn. Hann birtist mér bara beint fyrir framan við rúmgaflinn og ég trúði ekki að ég væri farin að sjá ofsjónir eða en þá var þú veist þjáningin það djúp og erfið að maður bara og ég var að segja þetta gerði mikið fyrir mig sko þetta var mjög jákvætt sko Það sem hann stendur með hendurnar svona Já hann stendur ekki með þær svona Nei það er það sem er hann stendur svona og einhvern tímann heyrði ég það og hann lítur niður hann horfir niður komdu bara, þetta verður allt í lagi sko, þegar hún er þannig og einhvern tímann heyrði ég það sagt þetta er sko svo falleg mynd svo lýsir að einhver kom og sagði það er bara ekki hægt að horfa á svo styttu hann horfir bara niður og hendurnar bara hangandi niður og þá sagði kirkjuverðurinn sagt í kirkjunni prófaði að krjúpa við styttuna og þegar hann kraup þá horfðust þeir í augu þetta er náttúrulega magnað. Já, hann horfir ekki svona, hann horfir svona. Komið til mín. Já, þetta er hansi stór stykta, sko, Já. orginallinn. Ég hafði nokkrum árum eða mánuðum áður verið á þessum safni hérna í Thorvaldsen safninu í Kaupmannahöfn og séð þessa styktu, sko. En ekkert pælt meira í því, svo bara byrstu svona þarna. Ég veit ekki hvort það var styttan eða hann sjálfur, sko. Þetta var bara sín. Já, þetta var sín og svolítið svipa gerist líka í, sko ég var með 2 lítil börn í þessum skilnaði og strákurinn minn er sem sagt, hún hafði verið ólétt þegar við hittumst og ég var þess að ekki pappans líffræðilegur, heldur varð hann svona sonur minn og hann var eitthvað 7 ára þegar við skiljum og hérna, eða 6 sem hann ekki og þá er þetta alltaf spurningin þú veist, kemur þessu spurningu upp meina ég er að skilja við hana, þetta er hennar barn en svo bara fattar maður að Þetta er mitt barn. Þú skilur ekki við börn sko. Nei. Maður gerir það ekki. Nei. Og þetta var svo mikil uppljómun. Mann satt þarna í jeppa og var að bíða eftir ferjunni í Hrísey. Sá bara í gegnum, allt í einu sá ég í gegnum fjöllin hana á Látraströndinni. Allt í einu bara opnaðist gati. Það var svona ofskynjun með ykkur. Líka því að maður var komið svo djúpt einhvern veginn í pælinguna. Eða sín. Já, eða sín. Allavega, og þá var þetta, fyrir mér var þetta svona eins og gifting. Ég myndi aldrei fara frá honum, sko. Sástu hann í fjallinu? Nei, þetta var bara svona tilfinningin að ég get ekki alveg útskýrt þetta, mér skrítið, sko. Nei, en ég
Ég elska þetta með sýnir, vegna þess að ég hef hitt svo marga sem hafa séð svona sýnir, sem þess að pabbi hitt einu sinni Jesú á Gránafjörðsgötunni á Akureyri þegar maður 17 ára. Já, ok. Og hann sagði mér það bara, þegar eftir ég var prestur, þá sagði hann mér frá því, sko, og hann hafði aldrei sagt frá því. Já. Þannig að af því hann var svo akkúrat, sko, engin vill sig gangi hér. En hann hitt það, sko, hann var svona, hann var í þessari stellingu. Já, það. En það er erfitt að segja frá svona. Ég veit. Ég finn það alveg núna, sko. Það er eitthvað svona, þetta er svo prívat. Já, og þetta er gjöf. En það er líka dásamlegt að geta gefið þér áfram. Af því ég veit mjög margt fólk í sorg og líka fólk sem að iðkar sko mikið bæn og svona, að það sér ýmsar sýnir, sko. Og því maður að tala um þetta í Biblíunni og það er ekkert, þetta er engin geðveiki, þetta er gjöf. Já. Og þannig að það... Þetta er svona djúp moment, þegar maður fer hvað dýfst í sjálfa sig, sko. Já. Eða mesta sársaukan eða mesta innilegustu tilfinninguna, þá bara kemur eitthvað svona, sko. Já. Þetta er bara lýsir að hvað þetta er sterkt í moment. En upplifðirðu í þessu ferli öllu, mér finnst það svo að því að fólk spyr mér stundum trúir á upprisuna og ég segi alltaf ég trú á upprisuna og ég trú á endurfæðinguna, af því ég sé sko fólk oft rísa upp úr svo sko stjórnlausri þjáningu að ég bara skilða ekki að það skuli ekki liggja lamað í rúminu. Þannig að ég er bara að velta fyrir mig, sko, upplifir þú þarna, upplifir þessa ofboðslegu sorg og getur munið eitthvað moment þar sem þú upplifir endurfæðingu eða upprisu í gegnum þjáninguna? Já, það er bara, sko, aðalega komast út úr reiðinni, sko. Já. Þegar maður er laus við hana þá, það er svo mikill sigur, sko. Til dæmis að geta umgengist manneskju sem skildi við eða bara á hlutlausan hátt eða einhvern veginn yfirvinna þetta sárindin, sko. Það er kannski það helst. Það er kannski endurfæðingin að komast í gegnum sorgina. Kannski. Einhvern veginn í gegnum reiðina. Og vera ekki á valdennar, því það er náttúrulega sem er svo erfitt með reiðina, eins og hún getur verið kröftug og hjálpa, sko, að þá er hún líka svo stýrandi. Þannig að þú ert einhvern veginn og ert svolítið mikið á valdennar. Og svo þegar pabbi dó þá var ég svona mikið með hann, satt mikið hjá honum hann síðustu dagana og líknadeildinni og þá svona að koma alls konar tilfinningar í gegn, sko. Hann var alveg nánast farinn, sko, síðustu dagana og horfði bara til himins og var svona bara með gapandi munninn og horfði upp í loft og það var eins og hann sæi Guð eða sæi hvað væri framundan eða stundum fór hann í trans og kom þá út úr því með einhverja nýjar setningar og sagði að allur heiminin væri einn kirkjugarður, það væri bara krossar og svo var hann alltaf með þessa setningu, það verður að kenna fólki að deyja og svona, og hann var svo akkúrat, hann var verkfræðingur og vegamálastjóri og góður að skipuleggja hluti og hann allt í einu stóð hann eða lá frammi fyrir því að það var bara allt í glundroða, sko. Hann hafði enga stjórn á neinu lengur, sko. Þess vegna vildi hann að fólk hefði viljað verið betur undirbúin líklega. Þess vegna talaði hann um þetta. En svo einhvern veginn, hálfu ári seinna þá málaði ég mynd á honum, sko. Ég tók svona mynd þegar hann liggur hérna bara á banabeðinum, sko. Og þá tók ég svona mynd með símanum og svo vann ég úr henni málverk og það var kannski svona, fannst mér sigrast á sorginni með því að mála þessa mynd. Þetta var svo, endanum fannst mér þetta að vera með betri málverkur sem ég gert, sko. Og að geta málað hann á þessari mómenti. Og svo var líka skömmustu tilfinning af því að mátti ég mála þessa mynd, hvað myndi fjölskylda mín segja, mamma til dæmis, svo sá hún hana og sagði bara já, svona er bara lífið. En systkini mín, þau höndluðu þetta ekki, gátu ekki hort á þessa mynd, sko. Fannst þetta hræðilegt, erfitt bara. Að ég var einhvern veginn að mála hann á sínu veikasta mómenti, sko. Þannig að það voru alls konar svona tilfinningar sem að fara í gegn. Og þetta er maður vanur við að díla við sem listamaður. Maður er alltaf einhvern veginn að svolítið svona stíga á einhverja heilaga bletti sem að fólk vill ekki stíga á eða þannig að það blandaðist inn í þetta.
En þú hefur í gegnum þetta allt saman, alltaf samt fundið þig einhvern veginn knúin til þess að tjá þig í gegnum list í þessari sorg. Það er bara, þú ferð yfir, sko, það er myndlistasýningi á pabba þínum, það er bók sem aldrei var gefin út í hjónaskilnaðinum og svo ljóðabókin þegar lífið fær ekki að kvikna. Já. Eða það er lífið sloknar á litla barninu, þá er það þannig það er alveg svona auðfundið að þú ert mjög knúin. Þú ert mjög knúin. Og ég meina, það er eitthvað sem knýr þig þarna til þess að mála pabba á þessu augnabliki. En ég skil það því ég er svo oft viðstödd þegar fólk deyr. Og sko, eins og það er sárt og sorglegt, þá upplifir líka oft alveg sko, ofboðslega fegurð. Og þannig að það er einhver fegurð sem þú sér þarna líka sem að margir upplifa við dauða stundina. Mér fannst bara svo magnað að það var eins og hann sæi inn í einhvern heim sem okkur er hulinn, sko. Hann sæi bara hvað tekur við eftir dauðan, sko. Og þessi svipur var blanda á angist, furðu forvitni líka og einhvern veginn svona undrun og bara, hann sá bara guðdóminn, sko, og bara gapandi svona munnur, sko, og þetta var svo mikil sterk mynd, sko, að ég málaði líka margar fleiri myndir með þessu mótífi, sko. En það er nú bara þannig að, sko, þegar ábjátar þá er einhvern veginn ljóðið oft. Sá leitar maður oft í ljóðið. Það er einhvern veginn svona persónulegasta tjáningin og svona auðveldasti farvegurum finnst mér, sko. Það er náttúrulega ekki furða. Öll þessi erfiljóð sem við eigum eða þegar Hallgrímur Pétursson misti dóttur sína þá yrkir hann eða þegar Egill misti syni sína þá yrkir hann og þetta er alltaf bara sama, manneskjan er alltaf eins, sko. Mér langar að því þú ætlar að lesa upp úr ljóðabókinni sem að kviknaði úr þessari stóru sorg með litla barni. Mér langar að spyrja það því að ég á svona reynslu minni fjölskyldu að Hildur Eir, systir mín, hún greinist með krabbamein að fara í gegnum þá. Hún skrifar ljóðabók, Minnvarp, og hún sagði við mig, sko, hún er eiginlega í þjáningunni bara þegar hún skrifar. Hún sagði, ég eiginlega bara skrifaði hana beint upp. Já. Þú veist, meðan að sumt er að lengi að fæðast og það þarf að hugsa og vinna. Hún sagði eiginlega, ég bara skrifaði hana beint upp og hún var bara tilbúin. Já, ok. Og þá spyr ég þig, hvernig var það þegar þú skrifaðir þessa bók? Var það bara svona einhver fæðing sem að kom? Já, þetta bara kemur svona bara einhvern veginn, maður er ekki mikið að pæla, sko, maður er ekki mikið að svona. Það streymir svona bara, maður er að leyfa þessu, maður er að opna sig náttúrulega og leyfa þessu bara að koma og svo maður kannski svona smá feimin að sýna foreldrunum, sko, dóttur minni og manninum hennar. Þú veist, ég var svo stressaður hvernig þau tækju þessu, að ég var eitthvað að tjá mig þeirra missi, sko. En það fór nú allt vel, sko. Og svo er rosa mikið hlutverk að vera afi. Og sko, fyrsta barnabarn og þú ert að taka við alveg nýju hlutverki sem er alveg stórkostlegt. Og þannig að þetta er líka þín sorg. Já. Svo bara lagaðist þetta svo mikið eftir að einu ári seinna þá fæddist heilbrigt barn, sko. Nína kom í heiminn sem var 6 ára bara í síðustu viku. Þannig að lífið bara er besta lækningin, held ég. Já, lífið er besta lækningin. Það er líka, ég hef oft verið að hugsa þetta svo merkilegt þegar fólk missir hér áður fyrr að það misti dóttur og svo eignast aftur og það fær sama nafn. Það var mjög merkilegt. Í úrvinnslunni og nú myndi enginn gera þetta. Það myndi enginn segja, við mistum hana Ólu og svo kemur önnur stelpa 3 mánuðum seinna og þá látum við hana líka heita Óla. Eða Sigríður. Og svo kannski deyr hún líka. Það gerast oft. Svo gerist það líka. Svo var reynt í 3. sinn. Já. Og stundum var það 3 sem fóru sama nafnið og þá var sagt, nei, ekki meir. Nei. Þetta eru svaklegir tímar sem að fólk lifði, sko. Já. En þetta er merkilegt með nöfnin að hvernig fólk nota þetta var bara alveg ótrúlegt. Já, og náttúrulega öll þessi kvenmannsnöfn sem eru kennd við eins og amma mín héti Jónína, þú veist, ég höfði á okkur Jóni sem fórst, þú veist, svona. Já.
svo líka það. Svo hún var alltaf mjög óánægð með það og þá ætlaði mamma skýra í höfuð á henni og hún sagði bara nei, bara láta hana bara heita Nína, ekki Jónína. Af því að allt þetta Kristján sína eða hvað allir þessi nöfn eru svo skrítin. En ég ætla að segja við þig, ég ætla bara að segja strax sko, þetta búið ótrúlega einlægt og heiðarlegt viðtal, samtal, þetta var ekkert viðtal, við erum að tala saman, ég er ótrúlega þakklátt, veistu það, og ég segi sko alltaf þegar fólk sýnir sko samkennd eða deilir reynslu, það er alveg ótrúleg gjöf og ég held, bara að segja við því, ég held að sé mesta lækningin inn í 21. öldina á nútíman, það er það að fólk geti bæði sýnt samkennd og deilt einhverju sem að sko reynir verulega á. Þannig að þetta spjall í mínum huga er bara ótrúlega dýrmæt gjöf til okkar allra sem hlustum og ég hef sagt við marga mínu fólki sem hefur verið að missa að hlusta, vera að hlusta í dag. En mér langar til þess að við endum þetta samtal að fá að heyra úr bókinni. Já. Og Ég kom hérna með 2 bækur, ein er óútgefin, þetta er hjónaskilnaðarvesinið. Býtu sem aldrei var gefin út? Já. Býtu, ég er bara svona... Ég get alveg lesið upp úr henni sko. Já, heyrðu, ég er bara mjög spennt fyrir því. Óútgefið efni. Já. Sko, það var eitt ljóð sem var til hérna þegar ég kom aftur inn á heimilið og þá, þú veist, það er svo mikið klikkað sem gerist í hjónaskilnaði, maður kemur inn á heimilið og þá ákveður, já, það er bara best að hún fari og sofi hjá vinkonu sinni og þá vaknaði ég sérst að ég kom að norðan úr Hrísey eftir þessa dvöl sem var mjög erfið og þá fór hún til vinkonu sinnar og þá vaknaði ég við hliðina á dóttur minni sem þá var 2 ára og allt í einu sér hún og það var eins og hún skynjaði að við værum að skilja. Þá varum ekki búin að segja það, sko. Og þetta ljóð var til þar. Ég rek þig út og reyni vel að sofa í rúmi 1, hvar áður rektu 2. Að morgni dags mér lætur best að lofa þá litlu snót sem vaknar klukkan 7. Og hleypur til mín, kallar hvellum rómi og klifrar upp í. Babbi, þetta þú! Og hendi strýkur blaðfingruðu blómi brjóstið mér og hvíslar. Allt er bú. Þá kom hún upp í rúmið og lagði hendi á svona hjartað allt bú. Það var eins og hún var að reyna, hún sá hvað mér leið illa, sko. Þetta var átakalegt, sko. En svo er þessi bók full af þjáningu sem hefur nú ekki fengið útgáfu en hérna í restina þá get ég tekið hérna smá eina litla vísu. Þetta endurfæðinga? Já, svolítið svona niðurstaðan. Ef hjartað er kreftur hnefi, það hættir senn að slá, en ef það er opin lófi, öðru tengjast má. Þá kom ég á, maður var svona bara í 3 ár, svo bara einhvern veginn, þar þurfti maður að, já, þessi bók Píusins tíma, ég veit ekki hvernig hún kemur út, en hérna, svo er þessi bók sem fjallar þegar við mistum barnabarnið, Fiskur af himni. Ég tek bara svona inn úr einu löngu ljóði. Þetta gerist eiginlega mest á fæðingardeildinni. Sem þú skrifar? Já, svona, ljóðið var náttúrulega til þar en ég skrifaði ekki þar en við vorum hérna í 2 sólarhringa á fæðingardeildinni. Og það er svo skrítið þegar fæðingardeildin breytist í martröð, sko. Að ég er búin að vera þarna kannski 3 áður og alltaf verið svona hamingjuríkar stundir. Fæðingardeildin breytist í dánarbið? Já. Það er ekki gott. Nei. Og við vorum alltaf skeiðandi eftir ganginum, ég og hinir tengdaforeldrarnir og þetta var svo líkfyllt, sko. Þetta var á fæðingardeild, þetta var mjög... Þið megið koma inn núna, segir rauðbyrkin kona á hvítum klossum, en skurðgrænni blússu og við göngum fylltu liði, hönd í hönd eftir ganginum, líkfyllt á fæðingardeild. Faðirinn bíður okkar á ganginum, yfirvegaður af sorg, með augu sem hafa séð, það sem enginn á að sjá, það sem ekki verður sagt.
Hann vísar okkur inn til konu sinnar og dóttur sem liggur grafkyrr í kæli vöggu, eilítið gráleit á hvítri samfellu, heimt úr hafi, volkuð og blettuð og varalituð svört af óvini lífsins fyrir þessa athöfn, en samt sem áður svo engil fríð og engis mjúk, með nefið móður sinnar og munnin föður síns en augun aftur út af fyrir sig, sín eigin augu, sem sáu svo margt á ferðum sínum en liggja nú lukt í þessu skínandi skæra ljósi frá perunni hér í loftinu og örlítið pirruð á svipinn af því að hún ekki alveg ánægð með þetta. Nei, hún greinilega ekkert sérstaklega ánægð með þetta. Foreldrarnir ungu segja hvað hún heitir og nafnið kemur eins og eldhnífur í sárið. Við lippumst aftur niður, rétt náum að grípa næsta háls svo við hröpum ekki aftur niður í blátt fljótandi plast. Hér gerist allt í einu, fæðing, skírn og útför. En ég leyfi mér að trufla það athafna flóð með orðinu afsakið, rétti upp hönd og gríp hér inn í, næ, með öllu mínu afli, með öllu mínu ímyndunar afli að varna þessum lyftudyrum lífsins að lokast. Og ég sé inn í lyftuna, ég sé hana blása á kerti, ég sé hana skora mark, ég sé hana hlæja á djamminu, ég sé hana í flugvél, ég sé hana rísa úr sæti og fara á klóið í flugvél, hún háfætt og þarf vegna að beygja höfuðið þegar hún hverfur inn á snyrtinguna. Ég sé hana koma út á pall með grænmeti á teini sem á eftir að grilla. Ég heyri hana segja að hún ætlar að flytja til Afríku, að hún þurfi að flytja til Afríku. Hún víst fyrsti Íslendingurinn sem lærir afarísku. Hún töluð í Eþíópíu, Eritreu og Djibúti. Hún segist finna sig þar. Hún sem fær ekki, hún sem fékk ekki, hún sem ekki. Það alveg bara búin. Ég bara þakkaði fyrir. Takk fyrir að fá mig. Takk fyrir innilega samveruna í dag. Sjáumst eftir viku.